Já, góða kvöldið, komið margblessuð og sæl, kæri áhorfendur. Og já, langt síðan síðast fyrir mig. Velkomin á Nürburgring í Þýskalandi. Við erum að fara að starta næst síðustu umferð vetrartímabils hjá opnu deildinni og öllum öðrum deildum. 2 keppnir í kvöld, opna núna klukkan 9 og svo önnu deild klukkutíma korteri seinna. Með mér er Jói Egils, hvað segiru, kappi? Þakkar auðvitað. Þú ert með 100% mætingu í útsendingar í haust. Auðvitað. Ég er ekki eitthvað... Vantar ekki Ég er ekkert metnað. að skrópa. Nei. Eins og sumir. En ég var að taka eftir hérna á veðurradanum að það er nú búið að vera eitthvað blautt áður en að lobbyið byrjar. Ég veit ekki hvort það tegir sig inn í keppnina samt. Nei, það er tímatökur, segi ég. Já. Fróðlegt. Það er alltaf bongo á braut. Já, hann alltaf getur ringt hérna hjá okkur. Þannig að það er... Getur fengið áhugaverða keppni. Það er ekki fyrst skipti sem að það myndi rigna í opnumdeildinni. Nei. Heldur betur ekki. Ég vil þeir sem að fá rigninguna en ekki aðrir. Nei, þetta er heldur ekki fyrst skipti sem að getur ringt á tímabilinu. Þetta er í rauninni 4. keppnin af 5 af 8 á þessu tímabili. Þetta er algjört rigningatímabil, þótt að hafa nú kannski ekkert verið mikið rigningu. Nei. Enda tölfræðilega séð er það ekki mjög líklegt. Nei, þetta betur ekki. Þannig að... Já. En við erum með marga menn á braut. Það er ennþá eitt sæti laust á braut. Já. 13 komnir á braut, þannig að það er eitthvað núti að spá, bara hendur á braut. Don't be a chicken. Don't be a chicken. En gaman að sjá, það eru nokkur svona gömul nýju nöfn á braut. Guðmundur Orri er mættur. Já. Og Ferrari mættur aftur eftir að tekið fyrstu keppnina. Heldur betur. Og þú kannski, voru ykkur nýjir síðast. Já, Skúli og Halli. Alveg Halli Autocenter og Skúli í Íslandsbílum. Þannig að Autocenter liðið. Það eru nú ekki í liðslitum núna eins og við voru síðast. Síðast voru báður á bensanum í appelsingula orginal litnum, en nú er þeir Skúli á bjöllunni og Halli á bens. Líst vel á það. Gaman að sjá þá kapan á braut og það er gaman að fylgjast með þeim. Ekki fyrst getur sem við sjáum bjölluna á þessu tímabili. Þú er náttúrulega að vera helsti talsmaður bjöllunar í annar deildinni. Það er spurning hvort þetta hafi áhrif á næsta tímabili. Kannski smitast fleiri af bjölluæðinu. Þetta betur. Svo gaman að sjá Svenna Arnarsson. Hann er mættur á braut. Svo náttúrulega nýji maðurinn Haukur. Hann var að skella í fastest lapp 57.966 á æfingunni. Já, hann er búinn að eiga mikil stökk upp stigatöfluna núna síðustu keppnir, komin í topp 10 nú þegar. Heldur betur. Og talandi stigakeppnina, hún er heldur betur spennandi. Það er einhvers 1 stig sem að skilur að 1. og 2. sæti. Og svo 2 stig sem skilur að 3. og 4. Já. Þeim er nú kannski ennþá meira spennandi, en það tryggir þeim ökumanni sæti í annar deild fyrir næsta tímabil. Nú er Sæmi með það sæti og þar sem að Binni kemst ekki í kvöld, þá er þetta gullið tækifæri fyrir Sæma. Heldur betur. Heimir búinn að ná sér upp fyrir Haugina í augunni. En þeir sem eru að horfa það er 7 sem eru að horfa, með endilega láta okkur vita hvernig hljóðið er, hvort það sé ekki tipp-topp. Já, það er komin mánuður síðan við vorum saman. Já. Þannig að það getur allt gerst. Já. En ég allan að vel í þér, Jói minn. Já, sömuleiðis. Held að ég sé svona cirka komið með stillingarnar á þessu, þannig að þetta ætti nú að vera bara rock solid. Svo sem gert þetta nokkur sinnum áður. Já, eins og þessar. Heimir með eitthvað smá tíma, 57.5. 0.4 tæpum á undan Hauk. Já, sæll. Þetta betur. Jón Anton, hann segir allt í topplagi. Það er gott að heyra skila kveðju
heyra það Jóndal, hann skila hvað þig. Það er að hafa gamla þessu. Það verður að hafa smá gaman að þessu. En við erum mætt út á braut. Þið sjáu kannski niður í vinstra horninu, það er smá væta en þetta mun nú líklegast ekki hafa áhrif. Mögulega á fyrsta hring. En ég held að þetta gerðist hérna aðeins fyrr í tímabilinu hjá okkur líka. Við byrjuðum í smá vætu en svo þarnaði brautin bara á átlapp í rauninni. Já. En maður veit ekki, kannski er hún aðeins sleip. Já. Eða græn eins og formúlu 1 þulirnir kjósa að kalla brautir. Já. Eftir rigningar. Akkurat. Það er Heimir sem að næra að vera fyrstur hérna á braut. Ég verð nú að segja, ég er ekki mikill fan af þessari braut. Nei, ertu stærri aðdáðandi af lengri útgáfunni? Já, mér finnst hún töluvert mikið skemmtilegri. Já. Það er aðeins fleiri beigur. Aðeins meira sem þú þarft að pæla í. En þetta er enga síður legendary braut. Já. Bæði hjá okkur og í, bara raunverulegum kappakstri. Sjáum Heimi koma henni gegnum Schumacher S-in. Schumacher S-in. Heimir er að minna okkur á hérna í spjallinu að deila inn á GTSC. Vistu búin að skella ykkur þar inn? Heyrðu, ég skal bara hendi það snöggvast. Yes. Og kannski að setja í comment at everyone. Þannig að sjá það nú allir, alveg örgulega. Bara full spam. Akkurat. Kommentaði kannski bara nokkur sinnum, þannig að símandir hjá GTSC samfélaginu fari alveg á. Ætlum við mun ekki heyra pingin hérna. Hann sem við erum. Þá er hann að hlaða hérna upp í heitan hringan Heimir. Skulum við fylgja honum hérna fyrsta hringinn. Ná góðum hraða hérna út úr síðustu beygju. Beitkafli. Tekur við. Svo höfum við hérna svona hairpin beygju eins og við viljum kalla hana. Mjög þröng með leiðilegri hæðabrendingu hérna alveg inni. Passa sig upp á að missa hann ekki. Kemur aflíðandi beygjur hérna. Þröng hérna. Svo þegar maður kemur út úr þessari þá eru brautatakmarkarnar svolítið út úr kú. Hann getur farið svolítið vítt hana. Já, bara eins vítt að þetta í hug. Já, en það er samt einhver punktur þar sem þú færir refsingu eða þú færð. Hann að hafa rúðuþurrkana Heimi á stað. Einhver smá droppar og hættir síðan strax aftur. Sjá, hann kemur inn í beygju 7, hárnála beygjan á þessari braut. Og svo, frægur Schumacher S-in. Já. Ég veit ekki, eru bílarnir? Skemmtilegustu beygjarnar í brautinu finnst mér einmitt þessar. Já. Svona hraðar vinstri beygjur, en það geta komið aftan á manni. Man getur næstu því verið alveg flatt átt hérna í Schumacher S-unum, kannski í mótvindi, en meðvindurinn Heimir liftið aðeins. Já, ég held að það sé nú alveg hægt á mjúkudekkjunum í meðvind líka. En ég þarf nú ekki að fara með það, ég hef ekki dæft. Ég hef bara... Já, svo fer það kannski eftir bílum eða... Já, bara eftir update. Já, fyrir þetta það. Það styttist nú í það. Það styttist í það heldur betur. Við teljum niður dagana hérna hjá samfélaginu. Yes, sir. Spenntur fyrir þessu dekkja update hjá þeim. Heldur betur. Já, bara og Ferrariinum og... Já. Brautunum. Loksins nýr Group 3 bíl maður. Já, loksins nýjar brautir sem er hægt að keppa á. Það er 58.4, það er nú ekki slæmt. En hann á nú sekundu inni ef að toppar að 57.8. Það er Jón B. í miklu baráttu við Evu. 59.3. Gunnar 2.00. Haukur 58.1. Upp bara upp í annað. Dotti 59.1. Halli Átó 2.01. Svenni 59.8. Skúli 59.5. Það var að Sæmi hoppar upp í fjórða.
Guðmundur Orri það ekki, herra góð. Jú, passar. Hann fer í 2-0-1-8. Já, hefur ekki átt fullkomið hring. Nei, Ólafur hérna Ekki heldur. 2-0-2-5. Og Hilmar. Þessi Hilmar, hann nýr það ekki. Jú, það ekki. Já, byrju. Það ég að rugla. Nei, þetta er Hilmar Henning Heimisson. Já. Hann ekki nýr. En hann hins vegar ekki búinn að keyra mjög marga keppnir í haust. Nei. Var ekki síðustu. En vel þekktur. Heldur betur. Og mitt maðurinn á bakvið stærsta sponsi í deildinni á þessu tímabili. Segðu. Sem að ég held að ég fái aldrei leið að segja uppátt. Nei. En það 100.000 króna, já, bara inneignarnóta frá, ekki einu sinni inneignarnóta, bara beinharði peningar frá Kraftey. Frábært spons. Ég sjáum við mitt bílinn hjá þeim, en það skóporsin. Hann fer á toppinn, 57.6. Það getur hún toppar hann, 57.5. Þetta rokkar á milli. Jep. Og þá fyrir við dansinn hver næstur á braut. Það Gunnar, 9. sæti. Sýnist hann að vera að bæta sig eitthvað. Já, ekki nóg til að hoppa upp samt. Ekki var það mikið. Haukur upp í 3. sæti. Dotti Nei, hann var í 3. sæti. Það var hann kannski í 5. Það getur Skúli ekki. gert hérna. Halli bætir sig. Svenni bætir sig líka. Hoppar upp í Skúli 4. hoppar upp í 5. Þetta að jafnast út. Sæmi upp í 7. Guðmundur Orri. Hann hefur valið Ferrarin. Hann hoppar upp í 9. Það er hann Ólafur. Hann bætir sig ekki. Það var Hilmar, hann nú með hraðan. Hann hlýtur nú að bæta sig hérna. Eða hvað? Jú. Já, upp í 12. og hoppar upp fyrir Ólaf. Hver þarna fyrir framann Heimi? Johnny B. Er það Jón B. sem næstur yfir línuna? Yes. Heldur betur, liðsmaður Basic Racing keyrir á Nismonum. Hann satt mertur Grétari hérna, sé ég á númeraböndinu. Grétar sem keyrir í. Hann á Outlapp. Já, hann Outlapp. Þá erum við ekkert mikið að fylgjast með honum í viðbót. Nei, það var bara Heimir. Hvað getur Beint á Heimi. Já, hann að toppaði fóta já, fjörn. Já. En hvað gerir ef að það væri nú ekki ólíkt en að toppa hann aftur? Nei. Gerir ekki þetta skiti. Nær því ekki. Og nær líklegast, já, mögulega 2 hringum í viðbót. Hún var alveg á nippinu, þannig að það væri spennandi að sjá hvort hún náði öðrum hring. Haukur næstur yfir línuna. Sýnist að vera á góðum tíma. Já, 57.2. Hanna. Bætir tíma Heimis nánast 2/10. Það var að Halli yfir línuna, hoppar upp í 9. 9. Skúli. Hann bætir sig ekki, minnum nú ekki miklu. Sæmi. Já, bætir sig ekki en ekki nóg til að hoppa upp. Svenni, 4. Bætir sig ekki. Langt frá því. Þarna Guðmundur Orri, hann bætir sig. Hann hoppaði ekki upp sínum með svont. Nei, stemmir. Hann Ólafur. Nú ekki mikið á milli þeirra hana, 12. og 13. Nei, hann ekki oft sem að sé svona lítið bil á milli 12. og 13. sætis. En hér höfum við það. Hilmar. Nú er bilið aðeins meira. Hoppar, já, bætir sig. Já. Bara tæplega hálfa sekundu. Þá er svolítið langt bil í næsta aukuþór. Já, það er hann Johnny B. aftur. Já, og hann nær einum auka hring. Sörs. Alveg hún að rekna þetta út, kallinn. Já. Það er með starffræðan á hreinu. Yes. Eina sem ég er spenntur að vita er hvort að Eva nái auka hring á eftir Jóni. Sæmi komin í pit. Hvað gerir Jón?
Kemur yfir línuna, hoppar upp í 5. Já, bætir sig bara talsvert. Heimir, hann bætir sig ekki. Þá er það... Nú er það Eva, hún Nei, nær hún öðrum hoppar upp hring byrjun. og pól. Eða provisional pól. Hún nær öðrum hring, hann minna hálfri sekúndu þannig að hún næði ekki öðrum hring. Já. Þetta var rosalegt. Haukur. Það er nokkuð ljóst að allir Getur eru á hann sínu toppað síðasta það? hring. Hvað gerir Haukur? Sýnist ekki. Jú, halla! Jú. Halla, sko. Djúvessi sparátta er þetta orðin hérna í... Þetta er algjört pingpong. Gunnar og Doddi bæta sig líka. Doddi í 8. sæti, Gunnar í 10. Hver er næstur yfir línuna? Halli. Er það í 9. sæti? Þá er það Svenni okkar, hann sýnst að vera á góðum tíma hérna. Já. Ekki nóg til að hoppa upp, svo. Nei, það var langt bíl í heimi. Nokkuð langt bíl í heimi. Nice. Það var hann Guðmundur Orri. Bæti sig ekki, þó ekki langt frá því. Nei. Það bæti sig, ekki nóg til að hoppa upp. Hilmar bæti sig vel, en ekki nóg. Herru, þá erum við með... Þá er það hún Eva, er það ekki sem að er... Nei, hún er ekki hann að fremst. Jón B. Jón B. Hver er eftir honum? Það er Heimir. Heimir, já. Svo Eva, það er síðustu 3. Þannig að ætlum við að pingpongast einu sinni enn. Það er spurning. Já, getur Eva að toppa þetta? Já, hvað gerir hann? Ágætis tími, ekki langt frá sínu besta, en nær ekki að toppa sig. Hvað gerir Heimir? Hann nær að toppa sig og kemst mjög nálægt Evu, en nær henni ekki. Nær Eva pólnum? Nei. Sjáðu munun á milli fyrsta og annars og 3. Það er bara nánast það sama, munar 1000-asta þarna. Og svo er 082 og 0083. Já, svo er sekundan niður í 4. Það er í sérflokki hérna þessi 3. Já. Öll. Nema Haukur, sem er á sínu fyrsta tímabili. Já. Fyrsta hálfa tímabili, getur maður sagt. En já, öll hinn. Ég hugsa að hann væri nú öruggur upp ef að hérna, hann hefði nú byrjað aðeins fyrr. Já. Hann kemur þá bara aftur eftir áramót og rúlar þessu upp. Algjörlega. Gaman að sjá loksins nýlega að vinna. Ég var raskat aðeins inn. Þar hafum við það, Haukur með sinn fyrsta pól held ég. Örugglega. Þá tók hann pólið sinni fyrstu keppni. Nei, ég held að hann hafi verið í öðru. Hann er búinn að vera alltaf efstu sko, en ég held að hann sé ekki búinn að ná pól ennþá. Nei, ég held að þetta sé hans fyrsti pól. Yes. Gæti nú aðtuga það snöggvast. Bara svo við séum með allt á hreinu. Já. En hér hefur við það, Haukur með pól 57.1 og Eva þar á eftir 0,082 í öðru setinu og svo Heimir þar rétt á eftir líka 57.3. 1-3 sem fóru undir 58 og eru vel undir því. Og svo hefur hann Svenna í 4., Jón B í 5., Skúla í 7., Sæmi í 7. Gott fyrir Sama að binni sig ekki, hann hoppar upp fyrir hann, sama hvar hann lendir. Ef hann klárar hann allavega, þar að segja. Já. Þá erum við Dodda í 8., Halli Autocenter í 9., Gunnar í 10., Guðmundur Orri í 11., Hilmar í 12. og Ólafur í 13. Og við erum með svolítið mismunandi bíla hérna. Flestir á Nismoðunum og Bensanum sýnst mér, en annars eru við með Ferrari og Porsche og fleiri hérna líka. Alla flóruna. Nice. En ég ætla bara að stilla í nýtt lobby. That's Nýjastu líku. Þá kemur í ljós hvaða veður við fáum í keppninni. Ég er allan mjög spenntur. Ert þú spenntur, Jói? Já, heldur betur. Passar ekki örugglega að rístarta bara einu sinni.
Þannig að fá að stillinguna séu réttar, þannig að við þurfum ekki að rístarta aftur og missa rigninguna. Eins og hefur nú gerst hjá einhverjum hérna. Fékkstu mörg hérna skilaboð á Facebook eftir það? Þetta var eitthvað nefnt. En ég held að þetta sé alveg örugglega rétt, núna það er rolling start og alles. Já, það er eitthvað frekar grámyglulegt. Já. Það er nú kíkt á, já, það er búin að vera grenjandi hérna síðasta klukkutímann, sko. Ok. Svona með hérna opnum svæðum, sko, en við erum hérna í grænu og fjólubláu, sko. Við segjum restart 19 mínútur yfir. Já, það er bara, það eru bakkar í kringum brautuna, alveg stórir bakkar. Já. Það eru líkur á rigningu í kvöld. Hvað eru að fara að horfa hérna í kvöld? Þess. Einhverja veislu. Ég er sannfærir. En þetta hefur ekki klikkað hjá okkur hingað til, Jói. Við höfum ekki hort á eina daufa keppni. Nei, heldur betur ekki. Og líka þegar baráttan í opndeildinni er svona nálægt hvor öðrum, sko, þá er þetta bara góður hluti framöndan. Heldur betur. Þannig heyrðu, maður sjá, eru allir konur á braut? Nei. Það vantar Svenna á braut. Já, reynum að aðeins að ýta eftir kallinum. Þannig hérna að kommenta á, segir fyrst nice og svo segir hann vonandi tefur þetta ekki í næstu keppni. Já, væri það ekki bara þess virði? Ég veit það ekki. Jú, það held ég, allan daginn. Nei, menn að það gerist í alvöru kappakstri. Já. Maður hefur nú oftar en einu sinni opna formúluna og það er eitthvað delayed start og eitthvað djús kjattaði. Já. Og jafnvel beðið í marga klukkutíma. Nákvæmlega, eins og smakkeppnir hérna árið maður. Miklu betra að gera, já, það var rosa. En við ætlum nú ekkert að fara í eitthvað svoleiðis hérna á þessu fína mánudagskvöldi. Þetta viður. Nenni því ekki. Nei, það er keira bara, ef það er grenjandi rigning þá erum við ekkert að fara að aflýsa keppni, sko. Það er bara keira. Okkur er alls sama, við viljum bara sjá þetta. En heyrðu, ert þú tilbúinn með... Les yfir röðuna. Les yfir. Sjó. Rúlla bara nokkuð rösklega. Ó, hörru, ég var að fá með nýja síma, ég er ekki með PS-appið uppsett. Ok. Ertu með röðuna? Ég að græða þetta hérna svona gast? Ég er svo sem alveg með þetta, ég get bara doppeltjekka þetta hérna hjá sjálfum mér. Með þetta útsendingunni. Það er Haukur, Eva, Heimir, Sveinn, Jón B, Skúli, Sæmi, Dotti, Halli, Gunnar, Guðmundur og Hilmar og Ólafur. Yes. Það er komið spá. Það er hérna Hilli, hann segir tímataka, Eva, Heimir, Haukur, Pól 1.57.4. Það var nú aðeins frá því. Keppnir heima, Eva, Haukur, fastest lapp 1.59.467, Heimir á 12. ring. Most positions gained, Halli +3. Magnús Átna ætlaði að vera með í kvöld en þurfti svo að vinna. Það er komið nýtt start hérna í spána hjá Hilla. Já, hann var alltaf að bæta við þetta. Positions gained. En ég ætla að fara að starta þetta. Yes. Förum á stað á votri braut hérna í Þýskalandi, Nürburgring GP, 15 beygjur. Ögn fleiri þegar við kerum lengri útgáfuna seinna í vor. Og þá er þetta bara að byrja. Mætt á braut, það er svona tiltölulega rólegt start. Rolling start í opnudeildinni hjá okkur. Ekki gridstart eins og varði í einhver umferðinni hérna í haust. Við erum með Hauk á pól, reynsluboltana fyrir aftan hana og við erum komin á stað. Kraftvélar í öðru, Krafti í þriðja. Nær Haukur að halda aftan að þeim. Sjáum hvað gerist inn í fyrstu beygju. Ég var strax byrjuð að sína sig aðeins á Hauk. Annars byrjar þetta nokkuð clean líka hérna fyrir aftan.
Ekki mikið hérna breytingar á stuðabraut eins og og bara vel gert til öllum ökumönnum að halda bílnum í réttri. Halli tæpur hana smá kommentatorskurs. Já, það fer nú þokkalega vel að stað hérna höfum. Já, bara nokkuð rólega að stað. En kannski meðvitaður að brautin blaut. Algjörlega. Kannski rennir yfir dekkjastöðu. Já, ég skal gera það. Í fyrsta Haukur. Hann á hörðum, Eva á hörðum, Heimir á hörðum, Sveinn á hörðum, Jónbjörn á hörðum og Sveimir þá restin á hörðum. Þangað til við komin í 10. sæti. Þá Hilmar Guðmundur Orri á intermediate stekkjum. Og hana nú. Og þá ætla ég að gera eitt. Eða á ég að gera. Já, svolítið víð. Kíkja á veðrið. Já. Ég kíkti á það fyrir keppnina, sko. Það svona bakkar í kring, sko, en ég veit ekki hvort það hafa verið að fara yfir. Þetta svona bakkar með skilum, sko. Já. Ég ætla að segja eitt. Ég ætla ekki að segja mikið meira. Eva gerir eitthvað smá mistök hana. Komin inn í 3. sæti. Svenni með refsingu hérna, Jón B. Þeir eru alveg bara hérna í kássu. Skúli hérna komin inn á hliðina á Jóni, með innlínuna í beyguna. Algjör draumi fyrir Jón B. Sjá Sveinn með refsingu og Evu detta niður. En náttúrulega Skúli hérna innanverðu. Sjáum hvað Jón B. að gera. Lendir í samloku hérna á milli þeirra. Gömlu kemnana. En allir sleppa nokkuð vel út úr þessu. Þetta var rosalegt. Og Svenni víður. Það var nú lítið hægt að gera þegar maður komin að hennar kafla. Sjáum hvað Sveinn nýtir sér brautaðmörkin hana. Og þetta verður... Já, bleytan ennþá á braut. Og já, það sem ég ætlaði að segja, ég sá að það ein skúr í keppninni. Hvenær hann kemur, vitum við ekki. Nei, sko, hérna, veðurradarinn sem þú ert að horfa á, það sem sagt síðasta klukkutíman. Nú, já, þú meinar. Ekki hvernig það verður næsta klukkutíman. Já, þetta náttúrulega bara hálftími sem við erum að keyra. Já, sem sagt... Já, síðasta klukkutíman. Síðasta klukkutíman, já. Já, mínus 60 og mínus 30, já, meinar. Já. Það gott að maður rífi þetta upp fyrir keppnina. Það kallega... Það var komið smá gapp hérna á milli þeirra anstöðu. En mér langar svolítið að sjá hvað gerðist hjá Evu. Ég setti replay-markið á það. Já. Hún var í öðru sæti. Svenni að taka út refsingu. Skúli fer fram úr. En við skulum kannski bara kíkja á Evu. Hún missir hann aðeins hann út úr næstu beygju, út úr hérna síkeininu. Og fer upp á grasið, en fer nú þokkalega hjá henni samt. Já, bara nokkuð vel redda. Já, Jón B. kemst líka fram úr Svenna. Lendu þarna saman inn í busstoppið Skúli og Svenni. Svenni hérna inn á Jón B. Já, ég ekki með góða fréttir á intermediate stekkjunum hjá Hilmari og Gumma. Nei, það nú ekki skrítið. Nei. Það ekki oft sniðugt að koma út á braut á intermediate stekkjum, sérstaklega þegar hún þurr. Sumir ættu nú að vita það. Já, það ekki bestu dekkin fyrir hálfþurra braut. Heldur betur ekki. En annars eru topp 3. Já. Sem sumið alveg ennþá í topp 3, en Heimir komið fram úr Evu. Og Skúli búinn að vinna sig upp 2 sæti. Nokkuð vel gert við honum. Það er í baráttu alla tíma. Jón Þór hérna spyrir var Jói Egils að segja henn til. Ég fæ aldrei þeirra endan að þessu. Mér finnst líka gott komedi hjá Magga Crimson hérna. Hann ætlaði að taka þátt í keppninni en þurfti að vinna.
Þannig að hann að horfa á keppnina í vinnunni. Já, auðvitað, eins og maður gerir. Þetta alveg metnaður. Heldur betur. Það ekki Skúli Kínu tapar hann út. Þetta lítur nú ekki vel út hjá okkur. Það farið að birta svolítið til á brautinni. Já, þetta var ekki það sem við kölluðum eftir. Nei. Mikið óska, já, ég hafi lesið rétt í veðurradarinn. Akkurat. En jú, það er alveg gaman að sjá sólina. Við sjáum ekki mikið af henni núna á Íslandi þessa stundina. Þeir eru alveg hérna bara fjórða niður í 8. sætið. Það er helst í slagurinn. Já, Jón P. er svolítið að lenda í dýrri baráttu hérna á bakvið Svenna og Skúla. Já. Hann var nú kominn frekar nálægt Evu hann á fyrstu ríkjunum en er svolítið að sjöflast aftur. Það er hreinlega spurning hvort við séum að horfa á Já, við erum væntanlega að horfa á hard, medium, mögulega hard soft. Það er líka búið. Já, það er það. Það hefði örugglega verið mjög sterkur leikur að byrja einmitt á soft í bleitunni. Já. Það er eins og við sjáum að þá er brautin bara orðin þurr núna, þannig að þá eru hardtækin alltaf betri. Það er kannski orðið sterkur leikur fyrir Jón B. eða einhverja svoleiðis. Gummi og Hilmar komin inn í pit. Þarna var Skúli að fara vítt, sýnst mér. Svenni, nei, og tekur svitsarúðu undir hann. Hlifir hliðin í Schumacher. Essin. Skúli slæðir af. Svenni hann yfir mölina. Tekur smá rally slæd. Og rafsingu. Nei. Þessi verður dýr. Þessi með hala rófinn og þarna eftir sér. Sæmi hérna fyrir aftan, út í vegg. Nei. Kannski hendur markir á þetta. Yes. Já, Svenni tekur ekki út rafsinguna fyrir nú næsta hring. Já. En þetta færi Dotta upp í 7. seti. Á sinni fallegu appelsínu gulu Subaru. Þar. Og Jón B. hann fyrir inn. Hann fyrir inn í pit. Hann ætlar að skella í undirköttið hérna á þetta. Þarna það er rauninni bara að undirkötta Skúla þegar Svenni, hann hefði farið fram fyrir Svenna með rafsingunni, þannig að... Já, ég held að þetta... Sterkur leikur. Þetta meikar alveg sens hjá honum. Hann þarf á stigunum að halda og af hverju ekki aðeins að taka smá áhættu og meðan hinni berjast á milli sjáum Svenna að taka rosalegt undirkött þegar Skúli fer djúpt. Hann hefur séð þetta gerast. Já, hann hefur séð þetta gerast en það skiptir ekki máli. Svenni er ennþá með rafsingu. Þannig að staðan er bara svo sama. Það er eiginlega bara frekar spurning hvort að Doddi náði þeim. Já. Heyrðu, það er komin barátta á toppinn. Nú. Ekki veit ég hvað hefur gerst. Já. Það er Porsche fight á milli Hauks og Heimils. Vá, maður. Það er spurning. Það er greinilega opinn gluggi fyrir undercut. Kannski tekur Heimir að sér að pita núna. En hann er bara á rosalegu peysi, sýnist mér. Smá snerting, Haukur tekur slætt. Sýnist Heimir hafa slegið af hana. En það er spurning hvort að gera það hérna á beinakaflanum. Besti staðurinn til að taka fram úr. Já, kannski næst besti staðurinn fyrir það fyrstu beygju. Haukur lokar innlínunni. Gera það vel. Það sýnir sig. Og Haukurna er betra exiti hérna út. Þessi litli slagur er búinn að hleypa Evu svolítið inn í þetta. Hvað gerðist þarna? Nei. Æjæjæj. Verður það að ég að setja replay-markið ef að missa Sæma út? Já, replay. Eva er hérna að sækja Hauk. Þetta var rosalegt. Haukur fór hann að vítt inn í síðustu beygju sem á fyrstu beygju núna. Tekur hérna keilu með sér. Og Eva rakleiðis komin í skottið á honum. Sá nú ekki almennilega
hvað gerðist hjá Hauk? Þannig að Hann það farið fer í svona rauninni bara djúpt eða vítt, hvað? sko. Já, akkurat. Hvort hann hafi gert það viljandi til að maximæsa exitið, maður veit það ekki. En bíllinn hjá Heimi hefur allavega fippast við þetta. Já. Já, kemur náttúrulega bara hann að hratta á inn í línni. Spurning hvort hann hafi verið að fara að hratta eitthvað. Já, hefur kannski séð plásið og bara skellt sér á það. Eins og sannur kappakstur maður. Akkurat. En þá er Eva komin í skottið á honum. Yes, hann hefur heldur betur hérna fengið að finna fyrir því núna. Hann Haukur í þessari keppni. Það er líka, ef hann sigur á þessa keppni, þá er þetta fyrsti sigurinn hans í deildinni í GTSI. Fyrsti sigurinn hans í 3 keppnum. Já, akkurat. Það væri nú rosalegt. En hann er svolítið að missa bremsubútana sína á slitnum hörðundekkjum, sjá hvað Eva gerir. Stingur sér hérna innanverðu. Smá touch en ekkert alvarlegt. Haukur ætti að vera með hraðan hérna út á beinakaflan. Kemur smá hnikkur hérna sem að Eva vinnur væntanlega, en Haukur er ennþá með öxulinn. Eva reynir að átbraka hann. Það er kontakt. Og Haukurinn í pit. Haukurinn í pit. Hörðu, nú er ég samt fórhaldið. Hvar er Jón B? Haukur næstu búinn að klessa á pitvegginn. Hann er ekki að finna sig á þessum hörðudekkjum. Nei. Það er nokkuð ljóst. En já, Jón B. Hann er í 11. Jón B. Þá erum við hérna með Dotti er að ná Svenna hérna. Voðalega ætla hann að fara langt á þessum hörðudekkjum. En nú eru þeir að raðast inn hérna. Haukur, Heimir, Gunnar. Hvar kemur þá Jón B út á mótið þeim? Hann ætti þá væntanlega að koma langt á undan þeim. Ekki nema hljóta nú að vera eitthvað vitlausir tímar sem ég sé hérna í Jón B. 2:18 og 2:16. Já, hann er allavega að bæta sem 2 sekúndur núna. Kemur samt ekki út. Já, hann var náttúrulega langt frá Hauk. Já, en samt ekki nema 6 sekúndum eftir hann núna. Já. Þannig að það er nú sann sé nú í góðum málum með þá. Kemur 5 sekúndum á undan Heimi út. Býst nú við að hann sé að undirkvötta Svenna og Skúla nokkuð vel. Já. En þeir eru ennþá úti á hörðudekkjunum. Akkurat. Þeir eru líka alveg á síðustu dropunum, þannig að þetta er... Jep. Ég spáði jafnvel að Dotti fara að blanda sér í baráttunni. Hann er búinn að spara svolítið bensín á Subrunni. Talandi Dotta. Straujar hann á möluna. Þetta hafa nú ekki sést í beinni, sant? Nei. Þannig að Ólafur hérna með góðan punkt. Efstu 3 á soft á eftir. Það sé startið hjá þeim. Ég meina það er í boði. Það er í boði, já. Eva heldur alltaf áfram. Fari klárað. Ég hef ekki dægt, þannig ég veit ekki hvað ég ná mikið á bensínu sem það er eftir. En núna kemur Skúli inn og Svenni. Var þetta refsing á Skúla? Sýndist hann fara yfir kantinn hana. Já, fór yfir kantinn hana vinstra megin. Það er spurning maður, já. Þannig Eva hangir að þá inni. Hún skellti sér eitringi viðbót. Kannski líklegasti kandidatinn á softs. Mikla reynslu af dekkjakvísli. Já, bara flest allir inn í pit. Já. Mikið bil á milli manna núna hérna, þannig að spurning hvort að það breytist núna eftir pitinn. Þá kemur Haukur hérna. Já, Jón B komið fram úr Skúla. Jöp. Og vel. Já, mér finnst það. Það er greinlegt að undercuttið er sterkt hérna á Nürburgring. Nei, heyrðu, Skúli og Heimir lenda hérna saman í fyrstu beygju. Kannski replay markar þetta. Svenni með 30 sekúndna penalty sem hann hefur fengið auk Skúla. Hvar er Skúli?
Þetta var kannski svolítið seint á köldum dekkjum. Já. Nú verður fráleitt að koma að sjá hvar Eva kemur út hreinlega bara á móti Jóni. Já, ég er sammála því. 39 sekúndur hérna frá Jóni upp í Evu. Ég kannski höfum auga með því. Já, ég er hérna á miðjuslagnum hérna. Höfum líka auga með því hvort hún farir hreinlega á softdekkin. En ég held nú ekki. Já, hún er komin inn. Það er náttúrulega líka að taka minna bensín en hérna núna, sem að hún gerði fleiri hringi, ára færri hringir eftir. Algjörlega. Hún hefur aðeins verið að spara bensínið sannlega. Hún kemur Sæma eftir henni. Það verða fleiri, nær Gunnar, Skúla og Svenna hérna. Nei, þetta var ekki nóg. Hún kemst vel nálægt þeim samt. Og Haukur, hann kemur, hvar kemur Eva út á mótunum? Æja, hann er með gott bíl. En Haukur á... 2,5. Já. Æja, Eva hefur í rauninni 2 hringi á Hauk hvað dekkjaslít varðar. Já, hann kemur út á miðjundekkjunum. Já. Jón B. komin inn í Einskismannsland í 3. sætinu. Já. Það er góð stig í hús. Snýr út, en Heimir samt ekkert mjög langt frá honum. Æja. Það er léttilegt að vinna þetta upp á 6 hringjum. Já. Heimir með meira bensín og mun betri dekk. Þá er slagurinn hérna bara mestur hérna niðri. Já. Gunnar komin alveg í skottið á Sæma hérna. Og þar stutt undan er Skúli og svo Svenni. Dotti að gera vel hérna í 5. sætinu, hann var búinn að græða þessu refsingu í það. Það er svona, það borgar sig að gera clean, fá ekki refsingar þar. Algjörlega, og stundum að testa pit mörkin. Já, segðu. Hvaða línur það mátt keyra yfir og ekki. Hvað hérna? 3 sekundur, kíkjum á bili hérna, fyrsta og öðru sæti aftur eftir. Heimir búinn að saksa hérna 1,5 sekúndu á Jón B. á einum hring. Úff. Það er spurning hvort hann hafi gert ykkur mistök, en Heimir er allavega á bullandi fjólubláðum. Kemur ekki óvart ef hann sættir hraðasta hringinn núna. En sem mest í slagurinn á braut hérna 7. sætið. Já. Við erum mitt hérna á Svenna og Skúla og fylgum. S-in 3. Svenni, Skúli, Sæmi. Sjáum að ætlar Skúli að henda sér hérna. Nei, þetta er líklega aðeins svo langt aftur. Sýnir sig. Sýnir sig. Nú þegar búinn að lendi og oppi einu sinni í þessari beygju. Hvort það var ekki á Svenna líka. Akkurat. Ég gleymdi nú alveg að fylgjast með því hvað intermediate-strákarnir, hvernig þeir fóru inn. Þeir hljóta nú að hafa farið inn snemma. Já, ég tók eftir því, þeir fóru inn einhvers staðar þannig að... Hlýtur að hafa verið bara 3 eða 4 hring eða eitthvað. Alveg mestulega. Já, 3. hring. Já. Smá slagur hérna fyrir aftan Halli að komast fram að róla. En sýnist að vera nokkuð búið. Hlýtur nú eitthvað að hafa gerst hjá Halla. Já, það hlýtur nú eiginlega að vera. Það var allavega mun ofar í síðustu keppni. Og nú held ég að við séum bara að fara dætt í baráttunum 3. sætið. Eða minn. Já, nú er einmitt Sæmi hérna að sína sig á Skúla. Já. Hann er að dætt í draftið á honum. Já.
Jón er náttúrulega pusi á veginn, sko, hann er ljón. Jep. Nei, fyrir ekki, tígur. Ég var aðeins búinn að saxa af honum, en ekki mikið. Já. Hún þarf nú að gera tölvöld betur en að þarf á þessu. Hvað var bílið þegar þú komið til pit? Tvöfalt þetta? Já, allavega fyrir nokkrum hringjum síðan þegar ég tjekkaði, þá voru það í 3 sekundum, sko. Það er ábyggilega 3 hringir síðan, sko. Já, ok. Nú er komið byllandi barátta hérna. Já. Heimir bara með miklu betra grip á sínum ferskari mediumdekkjum. Spurning hvort hann átti reyna það hérna út að verðu í beygju 5, já. Jón gefur þetta ekki eftir. En sér að sér, en nær samt rönni hérna, Heimir út í mölina. Jón B. kom með pláss á innanverðu. Held ég alveg örugglega. Svona tæplega, en bremsa seinna. Tekur þetta. Þetta var ekki mikið, það hafði bara verið rétt svo verið með sentimetra spóljurnum hana við hliðin á Heimi, en það er nóg. Já, og bremsaði seinna, þannig að hann náði að komast Heimir svolítið laus. Tekur slætið hann á hoppið í kantinn og Doddi hýrðir enn eitt sætið af misförum annara. Áts. Önnur mistökunni á Heimi í þessari keppni, þetta var rosalegt. Já, þá getur Johnny Tiger slakað þess á. Heyrðu, Eva er komið fram úr Hauk. Já, hörðu. Hvað gerðist? Hann hefur gert mistök í chicaninu, held ég. Hann Haukur. Já, við náðum því ekki í mynd. Nei. Það er replay. Kannski munum eftir þessu og kíkjum á þetta eftir. Það var ekki í chicaninu, þetta hefur verið hann einhvers staðar í innfíldinu. Já. Það var 11. hring, myndaði með mér. Já, 11. hringur. Það hendaði hérna inn í hendaði inn í eitthvað tjátt. Já, ég ætla bara að henda það inn í bara YouTube-spjallið. Það er flott. Og bara erum við með þetta þar. Doddi er nú að saksa á Jón B hérna, sýnist mér. Þá erum við komin aftur hérna á Sæma á S-ana. S-in. SSS. Sæmi komið fram úr Skúla. Svenni kominn aftur fram fyrir það. Hvað með Hauk? Ætli hann geti svarað þessu? Það eru nú 3 hringir eftir ennþá. Það er alveg spurning. Ég er allan að fara inn að undirbúa Driver of the Day pollið. Ég kom með Evu, ég kom með Hauk, ég kom með Dodda inn í það. Já. Það er 1 sæti laust, þið kannski komið með einhverjar uppástungur ef þið viljið, áhorfendur. Jón B, hann alltaf byrjaði einhvers staðar neðar, ég man svo sem ekki alveg nákvæmlega hvað hann byrjaði, en hann var ekki í efstu þreið. Hann byrjaði 50. Já, hann er nú kera gott reis. Algjörlega, hann hefur nú örugglega óskað sér að Haukur myndi taka þetta af Evu. Já, hann græðir á því. Þannig að Jón B, þú vorst að hlusta, það voru bara að ná Hauk og ít honum fram fyrir Evu. Já. Ekki nema 15 sekúndur á milli þeirra. Einhverja baráttur á braut. Tja, Skúli og Sæmi eru kannski hvað næst.
Nei, hvað er að gerast hjá Sæma? Hún var bara... Það var svona, hann hafði bara verið að slá af þarna í... Já, það er góð spurning. Sæmi djúpar hérna, úti í mölna. Æjæjæj. Nú spurning bara hvort það sé eitthvað að gerast með Rikki hjá honum, af því að það var búin að vera eitthvað mjög skrýtilega á þessum hring. Já. Það er alveg spurning, kannski með DT Pro og USB-C tengið að losna. Það hefur nú lendið öðru eins. Svo að menn og, ég veit, svo sem ekki með fandegi, jú, kannski líka, að force feedbacki hefur að dett út, það er náttúrulega mjög óþægilegt. Já. Það er mjög óþægilegt. Það hefur nú gerst hjá mér stundum, bara út af þessu USB-C dæmi. Þá missir það eitthvað neitt pinna eða eitthvað. Það voru bara að missa alla baráttur. Það er nú, Gunnar er hérna sekundu eftir Sæma. Það sé bara svona... Já, og Haukur er nú ekkert að slaka á. Hann er ennþá með Evu. Hörðu, nú er Dotti kominn í sekunduna á Jón B. Heyrðu. Jón B er bara alveg búið með dekkin sín. Næst síðasti hringur. Nú er það bara klædnar út, Jón. Ég ætla bara að hendi pólið. Fólk getur bara að byrja að gera upp hug sinn. Akkurat. Næst síðasti hringur. Alltaf höfum við fengið baráttu á næst síðasta hring, held ég. Jep, og þeir eru nú alveg Dotti og Heimir fyrir aftan. Já, heyrðu. Þetta stefnir í... Ég held að Heimir sé sót illur þannig fyrir aftan eftir þessi 2 mistök sín. Þetta er nú bara að vera alveg þurrt, nema hann á fyrstu hringina. Já, þetta var nú eiginlega grunsamlega svipað og í tímatökum. Veðrið. Já. Þannig að það er spurning. Já, svo veit ég að menn hafa stundum resetta tvisvar sko, eins og veðri breytist ekki við fyrsta reset. Nei, hörðu, hvað gerðist þér Heimir Heimir aftur. Oj. Þriðja mistökin Svenni þá nýtir sér það. Kemst fram á honum. En Dotti er ekki að gefa eftir. Hins vegar. Nei. Aftan Jón B. Og Supra náttúrulega með sinn endarhraða. Þetta er ábyggilega versti staði fyrir Jón B að vera með Dotta á Subrunni hann fyrir aftan sig. Virkilega. Og já, Dotti hugsaði þetta og sendi Jón í varnarlínu. Það er spurning. Ætli þetta sé ekki besta tækifæri hjá Dotta, hann er eiginlega nálægt honum Jón B. Jón B færi sig Dotti tók víðar í línu og kom hraðar út. Já, þetta var aðeins svo seint. Hann hefði þurft að færa sig lengra. Rosalegt kontakt hann á milli þeirra. Já. Og það sýnst mér Dotti verið bara að ná þessu bara. Ég held að dekkin á Jóni B sé bara ekki búinn, en dekkjamunurinn sé bara það mikill. Já. Dekkin á Dotta eru ennþá í þessu sem hefur verið góð, þar sem þú varst ekki farin að finna fyrir. Að finna mikið fyrir dekkjunum. Já. Og Heimir komið fram úr Svenna aftur. Og þá er Eva bara að fara að koma hérna inn á beilagaflan fyrir síðustu beygðirnar. Já, og Haukur ennþá 2 sekúndur fyrir aftan hana. Hann hefur bara... Já, þetta bíl hefur bara haldist síðan að hann gerði þessi mistök sín og Eva komst fram úr. Já. Mistök sem við hefum kannski mögulega eftir að kíkja á. Já, herri, ég setti náttúrulega 11. hring í YouTube-chati, við erum alltaf að sjá það ekki eftir. Nei. Jæja, ég muni það bara. Það muni eitthvað muni eftir. Já.
Við setjum bara ábyrgðin á Það kemur tjatið Eva hérna yfir línuna. Fyrsta sæti, Haukur í öðru. Haukur dragur á því deg samkvæmt spjallinu. Já, og svo Til kemur hamingju með Doddi Frábær í þriðja. helgi. Besti árangur hjá Hauki hingað til á tímabilinu. Silfur á eftir bronsi í síðustu keppni. Hrikalega vel gert. Doddi byrjaði 8. endar 3. Frábær keppni á honum. Jón B. sömuleiðis 4. sæti út í 5. Heimir klárar 5. þrátt fyrir þessi mistök. Svenni, Skúli, Sæmi, nafni minna Gunnar 9. Halli síðan 10. Kannski rétt að minnast á sponsa deildarinnar. Svona þeir eru að horfa hérna á Halla Autocenter. Já, Þeir reddaðu þetta pikkurum fyrir hérna fyrsta, annað og 3. sæti. Nei, 1. sæti í opnudeildinni eða ekki. jú, 1. sæti í opnu á vetrar- og vortímabili. Yes. Svo, 1., annað og 3. í öllum öðrum deildum. já, svo erum við með Kalda og Gullfisk sem að sponsa opnudildina líka. Já. Og svo eru náttúrulega, já, margir aðrir frábæri styrstarar sem að styrka okkur í öðrum deildum. Úi, hörru, Hilmar hann kemur bara driftandi út úr síðustu beygju. Já, Guðmundur Orri eitthvað hérna að bíða eftir honum við endalínuna. Þetta eru intermediate strákarnir. Kannski Já, ég held eitthvað að- gerst hjá þeim og þegar hann hefur verið að bíða eftir hann út af því. Það er eitthvað saga á baka þetta, ég get lofa eitthvað því. Já. Hörru, þar hefur við það. Eva með enn eitt sigurinn. Orhastar hring. Haukur þar í öðru sæti eftir mistök, dýr mistök. En aftur á móti alls ekki slæmur árangur. Ég var náttúrulega fyrirhandi úrvalsdeildar ökumaður. Og svo erum við Dodda í 3. sæti. Algjörlega, verður nefnast á að Doddi fekk næst flest atkvæði í Driver of the Day. Yes. Svo erum við Jón B. í 4., Heimir í 5., Svenni í 7., Skúli í 7., Sæmi í 8., Gunnar í 9., Halli Autocenter í 10., Ólafur í 11., Hilmar í 12. og Guðmundur Orri í 13. Þar hefur við það. Já, það fyrir bara að styttast í næstu keppni. Hún byrjar hérna kortir yfir. Við byrjum aðeins fyrr hérna með aðra í útsendingu á YouTube-rásun okkar. Yes. Þannig ekki fara langt. Þetta betur náður í Pop og Coke og skelltur í sæti og dansaði rigningardansinn. Dönsum öll rigningadansin. Hér í kvöld. Þetta betur. En það nokkuð annað að gera en að bara slúta þessu og bara sjá flesta eftir. Já, Það eru 30 hérna í tjattunni í okkur Já, á YouTube-rásinni, þannig að það kalla það nú gott áhrif. Algjörlega. Ég vil sjá 50 í annar deild. og 30 like. Já, auðvitað. Þetta er orðið eitthvað eins og hérna, eitthvað behind the scenes spjall hérna. Takk fyrir gerðina.